Notaðu tippið 1x2 við tippum. Gunnar, alltaf því sögulegu skellur hérna í DHL-höllinni að kannski vísast að spyrja bara fyrst. Hvað gerðist hérna hjá KR? Já, ég meina, báðum enda vallarins vorum við ekki að gera það sem við á að gera. Varnarlega vorum við agalega bara daufir og svona, hvað ég segja, bara eins og klísjan segir, virkilega ekki tilbúin að spila vörn einhverju hluta vegna. Þrátt fyrir góðan undirbúning og svo hinum með vallinu var þetta svona, ég ætli þetta sé ekki leikurinn sóknarlega sem kemur aldrei aftur í vetur vegna þess að við erum með frábæra sóknarmenn. Bara boltið rúlaði ekki nógu vel og létu þá líta alveg rosalega vel út eins og bara besta varnarliði í deildinni en við vorum að spila við lið sem hefur verið að fá sér mjög mörg stig þannig að við höfum ekki verið að hjálpa þeim. Við erum með 3 landsliðsmenn hérna, Helga, Finn og Brynjar sem gera saman 18 stig og 2 erlenda leikmenn sem eru örugglega vel undir pari. Hversu mikið spark þurfa menn í rassinn til að fara að gera í brók? Ekki mikið meira en þetta. Ég meina stigatabla segir það, 63-104 og það er DHL-höllinni sem á að vera staður sem lið á að geta unnið hér, okkur. En þetta verður síðasti leikurinn sem ykkur vinnur hér og ég held að menn fáur ekki meiri aðvörun en þetta. Þannig að ég á nú ekki von á því að næstu leiki verði svona. Með frammistöðunni í kvöld á veit maður ekki hvort það hefði skipt máli en þið eru að leika án Emils sem er klárlega á meðal sterkari leikmönnum í deildinni. Er langt í hann? Nei, ég hugsa að hann fari nú að detta inn en með fullu virðingu á honum þá hefði hann ekkert borið upp þennan leik. Það var náttúrulega, liðið var ekki að spila sem lið þannig að en eins og ég segi, jú, Emil er örugglega að hjálpa en það var ekki það sem var í gangi í dag. Hvurslags naflaskoðun er framundan núna hjá hópnum? Við erum ekkert að fara að kafa mjög djúpt, þetta er ekkert stórálfald mál. Ég meina, þeir hafa allan að mig sem hefur reynsluna því að tapa stórt líka þannig að ég get alveg sagt það að það komi leikir eftir þennan leik og menn vita það, þetta er rétt að byrja og þetta er ekki leikir á vori, þetta er leikur á hausti en þá, það er ekki fara að snjóa og ég hef ekki stórar áhyggjur vegna þess að við erum með frábæra leikmenn og mikla reynslubolta og þjálfarinn fyrir það fremstur í flokki. Takk fyrir Gunni.